Það í Predikarinn 7:17. Í Predikarinn 7:17. Vertu ekki vondur og vertu ekki heimskur. Af hverju ætlir þú að deyja fyrir tímann? Spurning mín varðandi setninguna. Af hverju ætlir þú að deyja fyrir tímann? Ég á við fólk sem hefur verið myrt eða enda lífsíl með sjálfsvíg. Ég velti fyrir mér hvor fólk sem fremur sjálfsvíg gerir það viljandi eða hvor Guð hefur ákveðið það fyrir þeim. Jæja, óvinur, djöfullir hvetur fólk að gera slæma hluti, en þetta fer líka eftir upplifun fólks, það fer eftir áætlanir eða hluti sem Guð hefur ákveðið fyrir þeim. Við vitum það ekki, það ekki? Þá við vitum það ekki, aðeins Guð veit það, en þegar hér stendur, verðu ekki vondur og verðu ekki heimskur, hér á ekki við einhver sem fremur sjálfsvíg, heldur talað hér fólk sem að lifa í synd, aftur og aftur, og hún kennd og kennd aftur, og hann lærtur og lærtur aftur, og hann fær kenningu en hann lærir ekki, og hann heldur áfram að lifa í synd. Það gott að rifja upp að í nokkra erindi í Biblíunni talað að þeir sem hlusta á Guð og fara eftir fyrirmælu og ganga á hans vegu, þá munu þeir ná til sín alla blessanir frá honum og munu lifa langa ævi. Þetta voru lofur Guð fyrir þeim sem snúa baki við hinu illa og fara eftir fyrirmælu hans. Það segir í Biblíunni: heiðraðu föður þinn og móðir, sem eitt af boðorðum, og þú mun lifa langa ævi. Það ekki? Það eitt af loforðum. Þá þegar hér segir vertu ekki vondur, þá getur þú sagt að fólk gera styttra ævi sinni, og það sem falleg og áhugaverð við þetta hérna að í gamla daga að lifa langa ævi, þá var túlkað með því sem blessun frá Guð, og vegna fólki var ekki að fylgjast boðorðum Drottins eða lögmál Móses, þá var það refsa og dagana þeirra skertir niður, og því þetta setningu hér: verð ekki óvondur og verð ekki heimskur. Af hverju ætlar þú að deyja fyrir tímann? Það þýðir það, hvers vegna viltu deyja og skera niður dagana í lífinu sínu, þegar Guð hefur lofað þér að lifa langa ævi og njóta blessana hans ef þú fylgir hans fyrirmælum. Þá að því núna þú vondur, þá mun Guð skera niður líf sitt og þú mun deyja fljótt. Þá hver? Þú sjálfur. Þú hefur skert niður líf sitt að því þú hefur ekki fylgt fyrirmælu Guð. Þetta það sem á við hér. Að því þú ekki að fara eftir fyrirmælu Guð, þá verður dagann þínir stuttir frekar en þú hefði lífa langa ævi með fullum ánægju, blessunum og hamingjuleið sem fylgir að vera í hans vegu. Það þar sem talað hér. En til dæmis hvað með þeir sem fremur sjálfsvíg? Það segir Guð vissulega að hann þekki hugsanir fólkis og hann með áætlun fyrir þeim. Guð þekki hugsanir hjartans hver og einn, en við vitum það ekki. Við vitum það ekki hvað ætlum við þá að gera. Þeir sem elska hann og fara eftir fyrirmælu hann, þá berjast fyrir því að ná betra leið á hans vegur, og við verðum að berjast við að gera hlutina rétt og berjast fyrir að ná til okkar Guðs blessum og til að ná þekkingu í hans vegu. Við segjum: ég vil þetta og ég vil hitt, og við gerum það sem við viljum, en við megum ekki gleyma að Guð þekkir okkur frá fæðingu til dauða. Hann veit alveg hvoru fór mín eða út. Það sagt að Guð þekki öll háritali okkar, en við ætlum ekki að setja spurningamerki og við ætlum ekki að vafa hann, heldur ætlum við að verða Guð og við gerum það sem hann segir okkur að gera. Þú verður að trúa og treysta á hann og ekki vafa hann í efa hann, og það þetta sem við gerum í lífinu okkar.